komið sæl og blessuð. Hvað segið þið gott? Ykkur inni í salnum? Góða kvöldið. Má ég heyra halleluja? Já, þarna þekki ykkur. Þetta nú Silvía, hún ætlar að vera með mig í kvöld. Þetta litla powerhouseið maður. Ættu svo. Lítill bolti af þakklæti í skoppandarsviðinu með manni. Við ætlum að lofa Guð saman og bara byrja bara á bæn hérna. Bara takk heilaði faðir fyrir að koma með okkur öllum hérna inn. Takk fyrir að umvefja okkur kærleikanum þínum og venda okkur frá illum öndum, vondum hugsunum. Allt sem dregur okkur niður. Allt sem dregur okkur niður kemur ekki frá þér. Þú heldur okkur uppi, passar okkur og við fáum að lofa nafnið þitt í dag. Bara takk fyrir hvern einasta mann og konu sem eru hérna inni. Takk fyrir að þú hafi komið hingað heilum og húum. Ég biði bara að snerta hjörtu þeirra í kvöld og losaðu málbeinið og losaðu sönghæfileika sem fólk veit kannski ekki einu sinni af. Amen. Áður en að veita af, þá verður það komið hérna fremst að lofa Guð á öllum sálarkröftum. En hérna við ætlum að spila nokkuð lög og ég legg til að við stöndum upp og ég legg til að við lofum Guð eins hátt og við mögulega getum Jesú. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Come on, so sing, amen. I raise a hallelujah. I know a pláss hérna frammi vil ég koma louder than an unbelief. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Og så kender jeg vil høre andre synge. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing.
tala textan og gargið þetta út. Sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder, Sing a little louder. My head is good. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Oh, sing a little louder. Woo! sing a little louder, yeah. In the presence of my enemies, Sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. sing a little louder. I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. Gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. Gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Raise a hallelujah. praise hallelujah, I raise a hallelujah. praise hallelujah. I raise a 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 hallelujah. Góða kvöldið. Velkomin á samkomu. Er þetta ekki bara akkurat staðurinn sem þú átt að vera í kvöld? Besti staðurinn til að vera í kvöld? Ég held það. Koma fram fyrir hásæti Guðs, lofa Guð, þakka honum fyrir það sem hann er að gera í lífiðinu, það sem hann er búinn að gera, það sem hann er að gera, það sem hann er eftir að gera. Og það er dálítið góður staður til að vera á. Að vænta þess sem að, og bara bíða með eftirvæntingu hvað sem Guð er að gera í lífiðinu og það sem átt eftir að sjá í hinu sýnilega. Það sem að engum öðrum hefur dottið í hug, yrðu jafnvel úr þér. Að það hefur Guð teiknað upp. Guð góður og hann er góður faðir og hann hefur áætlun til heilla og hamingju, ekki bara fyrir þig, heldur líka ættmenn þína, vini og fólki sem er í kringu þig. Og við notum stundum eins og samlíkingu þegar maður var með svona flatan stein í fjörunni og maður kastaði svona fleita kettlingar. Þú hefur gert það Já, í sveitinni. í Grundarfirði. Maður var innan á 2, 3, þá var maður rosa hamingjusamur. En það er svo frábært þegar maður hendir út í vatn, steini, og það koma svona gárur. Þú ert svona eins og steinn sem maður hendi í vatn og það hefur áhrif á umhverfið og gárurnar stækka. Þannig þegar þú hleypir Guðinn í lífið þitt og þú leyfir honum að vinna í þér og bara svona eiga við hjartað þitt og bara líkamann, sál og anda, þá byrjar það að hafa svona áhrif eins og gárur. Og við höfum upplifað svo mörg, hvernig bara áhrifin í kringum okkur. Og það er svo magna.
Og við viljum biðja í kvöld líka fyrir fólki sem er hringt inn og látið vita að það vill að við biðjum, þannig að það hafi áhrif. Og þú þekkir einhvern með fleiri en 2 eða fleiri en 3 sem að þér langar að biðja fyrir. Og þess vegna ætla ég að biðja ykkur að, eins og ég segi svo oft, að loka augunum, mátt líka hafa þau opin, sjá fyrir þér einstaklingi sem þið langar að biðja fyrir og við skulum gera það í sameiningu núna. Er þið til í það? Er þið til í það? Já. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir þetta kvöld. Ég þakka þér fyrir fólki sem er í kringum okkur og þá sem eru hérna á samkominni í kvöld. Ég þakka þér fyrir það sem þú ert að gera í lífið þeirra, það sem þú ert að vinna í hjörtu þeirra og ég þakka þér fyrir þá lækningu sem kemur inn í lífið þeirra, lækningu sem kemur inn í samskipti við aðra, lækningu sem kemur inn í viðbröð okkar og hjarta og sársauka. Og ég þakka þér Drottinn að þú kemur með bara svona olíu yfir þessi sár sem er eins og græðslu. Og ég bið fyrir ástvinum okkar og vinum sem við viljum bara koma með og við biðjum Drottinn að eiga við þau líka. Ég þakka þér Drottinn fyrir þann kærleik og ást sem þú hefur og ég bið Drottinn bara lækningu fyrir anda, sál og líkama. Í Jesú nafni og ég bið líka fyrir þeim bænarefni sem okkur hefur borist. Og ég þakka þér Drottinn fyrir ömmuna Jóhannu og ég bið Drottinn lækningu inn í líf hennar og líkama Drottinn og það ástvina sem við höfum í huga núna í Jesú nafni. Leggjum þetta kvöld í þínar hendur, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Amen. Amen. Og svo líka svona bara praktískt. Fyrst og fremst þá þið vitið að það er teppi hérna á gólfinu. Þannig að endilega, ef þið eru með kaffi eða kók eitthvað sem sést á appelsín, að ekki eru að koma með það inn í sal upp og það er svolítið mál að þrífa það upp. Allt í lagi með vatn, sjöfinu, ekki? Þannig að svona litsterka drykki, ekki koma með það inn í sal út í að við passum på teppið. Já, þrifið helgina, páskarhengingin. Og endilega takið þátt í samskotum, það er pósi aftast og baukarnir. Þannig takið þátt í samskotunum. Amen. Halleluja. Amen. Takk, Jesus. Takk fyrir heilaði Faðir fyrir að þú ert hér í kvöld. Takk fyrir að þú ætlar að mæta einum og sérhverjum hérna í kvöld, Faðir. Og ég byrði Faðir minn bara að gefa öllum eitthvað ekstra. Fylltu á hjörtu og sérhverjum sér í kvöld, heilaði Faðir minn. Alveg sama hversu mikið myrkur þau hafa verið að fara í gegnum, Faðir, þá getur þú komið með ljósið. Þú kemur með ljósið. Takk, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind. Still you give yourself
shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, no lie you won't tear down, coming after me. No shadow, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, no lie you won't tear down, coming after me. No shadow, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, no lie you won't tear down, coming after me. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. No, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Takk Jesus. Takk heilagi Faðir. Ha. Ok, ég verð að segja ykkur smá vitnisburður. Ég held sko að síðast þegar ég var hérna þá var beðið fyrir að ég myndi selja húsið mitt. Eða hvort það var þar áður. En það seldist allan að viku eftir að ég bað að það yrði beðið fyrir því. Svo síðustu samkomið þá sagði Óli, já, hún ætlar að flytja í bæinn og ég er að fara að flytja í bæinn. Og, jú, ég var búin að fjarlægast aðeins Guð, aðeins búin að fara svona inn í myrkrið aftur og hérna, þetta er svo magnað, sko. Nei, ég var eitthvað að reyna að hlaupast undan, farin að blóta aftur og eitthvað svona, þú veist, af því að það var eitthvað sem ég var löngu hægt að gera. Svo bara setti mína lofgerð á fyrir svona 3 vikum og var bara eitthvað að deyja úr stressi og kvíða. Allt ógeðslega svart og ég myndi ekki fá neina íbúð og það myndi ekkert reddast. Nema hvað, í gær fékk ég svar íbúð sem er hérna í Reykjavík, by the way. Og í dag fékk ég bara símtal frá svona bankatryggingafyrirtæki. Þannig að já, þið vantar hérna bankatryggingu eða ekki? Já, jú. Þannig að þetta er bara að leysast. Ég er búin að vera í allan morgun bara eitthvað. Mér vantar 1,5 milljón. Hvernig get ég reddað þessu? 1,5 milljón, takk. Já, við ætlum að lána þér hérna fyrir þessari tryggingu. Þetta er bara Guður, sko. Og ég er alltaf bara eitthvað, hann er bara búin að yfirgefa mig. Nei, svo leið og ég bara opna hurðina, það var bara eitthvað, blúps, gerðu svo vel, skan. Þannig að hann er ekkert svo langt í burtu, krakkar, þannig að þegar við erum föst í einhverju myrkri, þá þurfum við bara að segja, hei, ég er hérna! Af því að það er ekkert myrkur, það mikið myrkur að hann komist ekki þar inn. Og það er engin veggur það hár að hann getur ekki brotið hann. Og það er ekkert fjall sem hann mun ekki flytja fyrir þig. Við skulum syngja þetta saman. There's no shadow. Er þið tilbúin í það með mér? Stöndum upp og lofum Guð, krakkar. Þetta er ekki sýning, þetta er lofgjörð. Við erum að lofa Guð saman. Halleluja, takk Jesus.
Er þið tilbúin í þetta? Halleluja! Tilbúin og við byrjum núna. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, no lie you won't tear down, coming after me. No shadow, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, no lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give your of me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Oh, you love, you love. Oh, you love. Halleluja, Jesus. You just love me more. Því þú elskar alltaf meira. Takk, Jesus. Takk fyrir þú elskar alltaf meira. Halleluja, heilagi Faðir. Þvílík lofgjörð, krakkar. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Let me be filled
increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Oh, how He loves us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Let all my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You are wonderful and such a good Father. Oh, let all my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Oh, let all my life tell of who you are. You are wonderful and such a good Father. Yeah, you are wonderful and such a good Father. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, but when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Takk Jesus fyrir að við fáum að vera ljósin í lífi hjá þeim sem myrkri. Takk Jesus. Halleluja, heilagi Faðir. Heilagur Faðir. Jesus. Við lofum þig og tignum Guð. Þú ert hinn hæsti. Þú ert hinn hæsti. Þú ert hinn hæsti. Þú ert hinn hæsti. Já, þú ert hinn hæsti. Þú ert hinn hæsti. Þú ert hinn hæsti.
such a good Father. Yes, you are Wonderful and such a good Father. You are wonderful and such a good Father. Tack Jesus. The goodness of God. Oh, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able. I'm gonna sing of the goodness
Halleluja. Takk. Var Óli Haukur með vasklas einhvers staðar? Ég á örugglega að vera þyrstur. Maggi, hvar settur límið hér? Á ég að standa kyrr hérna? Ég predikaði víst einhvern tímann hérna og var á svo mikilli ferð að það var ekki hægt að nota upptökuna. En það er líka þess vegna sem þið að koma hingað. Vegna þess að það er hér sem þið mætið Guði. Það er hægt að mæta honum heima í gegnum YouTube og svona, en að vera á staðnum, á stundinu og staðnum, það er það sem hlutirnir gerast. Ég hlusta mikið á predikanir og kennslu, fyrirgeðum ekki. Ég hlusta mikið á predikanir og kennslu og eiginlega er það þannig að ef ég er ekki að lesa Biblíuna og biðja og lofa Guð, þá er ég að hlusta á predikun. Ef ég fæ tækifæri til þessi vinnunni, þá bara setja ég það á og svo er það á. Vegna þess að ég vil hafa orð Guðs í eyrunum, alltaf, stanslaust. Já. Ég var að byrja þetta kannski svona. Það var maður sem kom til rabbínans síns og sagði við hann, rabbíni, mér langar alveg rosalega til að lifa eilífu. Hvað á ég eiginlega að gera? Og rabbínin leit á hann og sagði, finndu þið konu? Og maðurinn alveg steinhissa, bara horfði, hvað muni þá lifa eilífu? Nei, en þú losnaði við þessa tilfinningu. Það er svolítið svona. Hann vissi náttúrulega ekki að hann er eilíf vera, maðurinn er eilíf vera. Við lifum að eilífu. Ekki þessi líkami, en andiðin og sál deyr aldrei. Og ef þú hefur tekið við Jesú Kristi sem frelsaraðinum, þá mynd þú lifa að eilífu í himnaríki. Ef þú hafnar honum, þá er þú valið. Og þá velur þú helvíti. Það er ekki þannig að Guð dæmi þig til helvítis. Þú velur sjálfur. Þú velur sjálfur þegar þú ert að keyra eða labba hvort þú beygir til hægri eða vinstri, sko. Nema einhver rykk í þig, sko. En við erum ábyrg sjálf fyrir okkar lífi. Óli, sko, kona mín verður alveg æf núna. Nei, ég segi það nú ekki alveg. Nú er ekki ánægð vegna þess að ég var eiginlega búin að lofa að predika ekki í t-shirt og strigaskóm. Maður á að vera svolítið, maður er að boða Guðs orð og Guði ber virðing. Maður á að sýna honum virðingu. Ef þú sýnir ekki Guði virðingu, þá myndu aldrei fá neitt frá honum. Aldrei. Og þá er ég að meina í okkar eigin daglega samfélagi við Jesú. Ef þú vilt alveg virkilega gera mig stjörnuvittlausan, þá segir þú setningar eins og ég og Gussi. Og ég bara, þú og Gussi. Ef þetta er hvernig þú talar Guð, þá þekkir hann ekki. Það er bara svo einfalt. Óli Haukur kom til mín, ég fékk að vita það núna 40 mínútum fyrir, 20 mínútum fyrir að þetta byrjaði að ég ætti að predika. Og ég vill yfirleitt fá aðeins lengri tíma til að undirbúa mig vegna þess að vera hérna uppi og predika, það er ábyrgð gagnvart ykkur. Og ég er ekki það á enginn að vera á þessu sviði ef hann vill það stjarna. Ef þú hefur í eitthvað svona, ég vill líta vel út í augum manna, þá áttu ekkert erindi upp á þetta svið. Ekki neitt. Hér fer bara þjónusta fram.
Ef þú ert í lofgjörð til dæmis, lofgjörð, hún byrjar heima hjá þér. Ef þú lofar ekki Guð heima hjá þér, ef þú ert ekki vanur eða vön að umgangast Guð í lofgjörð og draga niður nærveru hans heima hjá þér, þá ert ekki að fara að gera það hér upp á sviði. Bara því miður. Guð raunverulegur lifandi aðili, hann heiðrar þá sem heiðra hann. Og veistu það, Guð ber svo mikla virðingu fyrir þér og það oft sagt hann svo mikill herramaður. Hann þröngva sér aldrei inn í lífið þitt, aldrei nokkuð tíma. Og reyndar það þannig að það gerist ekkert, Guð gerir ekkert í lífi þínu nema þú leyfir honum það eða einhver annar hefur beðið fyrir þér. Og takk Guð fyrir tungutalið vegna þess að ég alveg viss það að margir sem eru hér inni í kvöld, einhver hefur verið að biðja í tungum og það hefur verið bæn fyrir ykkur, bæn fyrir þér. Einhverju sem kannski þekkir ekki neitt. En þannig gerir heilagur andi þegar við erum að biðja að þá, það segir að sá sem talar í tungum, hann talar leyndardóma, enginn skilur hann. Hann talar við Guð, enginn skilur hann, nema þá Guð. Djöfullinn getur ekki skilið tungutal, þú getur ekki skilið tungutal. Ég reyndar, þegar ég var á biblíuskóla 94-95, þá stóð Grikki fyrir fram að mig. Og þetta var svona í byrjun ársins. Og það var Grikki stóð fyrir fram að mig og ég og mín fyrirverandi stóðum hérna og svo byrjuðum við bæði að halla svona. Og svo lítum við hvort á hana, heyrðu þetta? Og við bara já. Og þá stendur hann þarna. Lof sé þér. Dýr sé Guði. Þú ert dýrlegur Jesús. Og var að segja svona hluti á íslensku. Og eftir á, þá pikka ég hann og segi hérna, kanntu íslensku? Og hann bara horfði nei, þú varst að biðja á íslensku. Og þá leit hann á mig og sagði, ég skýrðist í heilugum anda fyrir 3-4 dögum síðan og ég er búin að vera að tala í tungum og mér finnst þetta skrýtu og ég er búin að hugsa, er þetta raunverulegt? Er þetta í alvöru eða er ég bara blablabla? Og þetta var rosaleg staðfesting fyrir hann að fá að heyra þetta. Og heilagur andi, hann hjálpar okkur á þennan hátt. Og það er svo mikilvægt að hafa hann í lífið sinu. Ég bý í Grafavogi og ég bjó hérna í Frostafoldinni og þetta var í nóvember og ég hugsaði, mér langar í ís, ég ætla að keyra upp í Spöng og fá mér ís. Og ég fer á vinnubílnum og síðan ég stoppa á ljósi og bara, þetta er rauð ljós, Fjallkonuvegur og Gullinbrúin hérna fyrir neðan. Og allt í henni kemur bara tungutal upp úr mér, þar sem ég sitt þarna. Og það kemur svona ofsalegur kærleikur og umhyggja og þetta var svo sætt. Og ég reyni yfirleitt þegar ég er umferðin, reyni ég að vera vakandi sko. Og ég bara sitt þarna og ég bara kara, múra, la degra, múrur og róbra. Og þetta bara kemur upp úr mér og þetta var svo ofsalega sterkt að ég lít svona niður. Og er bara að njóta tungutalsins. Og ég sagði, vá, heilagur andi, vá, þetta er æðislegt. Og þetta var ekkert langur tími, kannski 5-10 sekundur og svo líti ég upp og sé að það komið grænt. Og þetta var ekkert svona appelsínugult grænt, þetta var bara grænt. Þannig að ég hugsaði, ætla að fara að rjúka stað. Þá kemur einn, ég er margoft búin að keyra þarna og hann er alveg pottþétt á yfir 100 km hraða. Fúm, yfir rauðljósi. Og ég keyrði af stað á eftir honum, náttúrulega eftir honum, ég keyrði af stað og ég sagði, hvers slags klikkhaus er nú þetta? Bara æðir þetta yfir rauðljósi. Svo bara, vá, ef ég hefði keyrt út á götuna, aðeins fyrr, þá hefði ég bara fengið hann inn í bílstjórahurðina. Og ég hugsaði bara, takk heilagur andi. Takk heilagur andi, þú virkilega elskar mig. Og hann lifir með mér. Ég lifi með honum. Ég eyði tíma með honum á hverjum einasta degi. Vegna þess að mér langar til að læra að þekkja hann.
ég aga sjálfan mig og ég set hann í fyrsta sæti. Hann fær fyrsta klukkutíman, fyrstu 2 klukkutímana kannski á morgnana. Ég bara sit og lesi Biblíunni og bið og bara með honum. Svo ég með honum allan daginn, að reyna að vera með honum allan daginn. Halleluja, takk Jesus. Ég frelsaðist hérna í veginum 1992, einhvern tíman á þessum tíma reyndar. Bara á akkurat þessum tíma. Og kom hérna með henni Laufey og hita vatnið á Íslandi alltaf svo gott. Og hérna kemur svona rugli. Ég var svona 40 kíló með skólatösku þegar ég labbaði inn á Vogi seinna skiptið. Og þegar ég labba þar inn, þá snertir Guð mig í fyrsta sinn. Og hann tók frá mig fíknina og ég var bara algjörlega laus. Ég var ennþá mökk ruglaður, ég fór inn á takmark og var þar í 8 mánuði og frelsast menn ég á takmarkinu. En ég veit af hverju Guð snerti við mér. Það búið að vera að biðja fyrir mér í heilt ár á hverjum einasta 50 upp í krossi. Það var líka fólk búið að biðja fyrir mér þegar ég var strákur. Og það var aðrir búin að biðja fyrir mér kristið fólk sem hafði hitt mig í gegnum tíðina. Það var ekki þannig að ég var að leita Guðs. Ég var sko ekki að leita eins eða neins. Ég var bara að reyna að vera edrú. Ég vissi bara að ég var edrú, ég vissi bara ekkert hvað ég átti að gera, hvernig ég átti að lifa. Og ég kem hingað og frelsast. Og ég læri voðalega lítið, svona til að byrja með. Í ágúst fer ég niður í bæ, skýrist í heilögum anda. Og ég get sagt ykkur eitt, þegar heilagur andi er í lífi ykkar, þá hafið þið hungur eftir að lesa orðið. Ef það er ekki hungur í þér, eftir að lesa Biblíuna, eftir að læra að þekkja Guð, þá er heilagur andi ekki til staðar í lífið þínu. Ég er ekki að segja og sért ekki frelsuð eða frelsaður, en þú ert ekki að leyfa honum að eiga við þig að koma inn í lífið og virkilega breyta þér. Það kviknaði mér bara óseðjandi hungur og ég missti vinnuna út af því að ef ég byrjaði að lesa klukkan 8 á kvöldin, þá gat ég ekki hætt. Og ég bara las til 3, 4, 5 á morgnana. Þá lagði ég fram Biblíuna og sofnaði alveg úrvinda og svo vaknaði ég allt og seint, rauk í vinnuna og að lokum kom verslunarstjórinn til mín og sagði, Viktor, sko, ég vill alveg halda þér en það er bara óréttlátt gagnvart öllum hinum. Þannig að núna verður þú bara að hætta. Og ég hugsaði bara, yes. Og ég eyddi, 16, 18 tíma á sólarhring, bara ég að lesa og biðja. Við vorum nokkur sem bjuggum saman, sem voru svona nýfrelsaðir. Og ég gerði bara bókstaflega ekki neitt annað. Og eina sem ég vildi það var að læra að þekkja Guð. En ég var með synd í lífi mínu. Ég gat ekki, og eitt af því sem gerast var það að ég fekk kolranga kennslu þetta. Klám og sjálfsfróun og svona. Og látið þetta eiga sig. Þetta er ekki í lagi. Og fíkn, yfirleitt það er ekki bara þetta líkamlega, heldur líka þetta andlega. Og það er persónan á bakvið sem vill gera þessa hluti í gegnum þig. Og þú brotnar niður karakter þinn, viljið þinn. Þetta brotnar niður svona smátt og smátt. Og ég gat ekki hætt. Og ég reyndi allt. Ég fór á biblíuskóla til Svíþjóðar. Og ég átti svona tímabil þar sem ég var frjáls féll. Beðið fyrir mér, beðið með mér. Ég fastaði 40 daga, 2 svar. Og ég var búin að reyna allt.
Og ég skil fólk sem að berjast við synd. Ég skil ekki fólk sem að velja Jesús eða ekki Jesús. Ég skil það ekki. Þú velur Jesús. Annað bara rugl. Og ég átti alltaf þennan grunn í þessu persónlega samfélagi við Guð. Að lifa með honum. En ég eins og aðrir Íslendingar og Íslendingar eru voðalega gjarnir á hérna, ég og Guð. Það ekki til neitt sem heitir ég og Guð sem ætlum að taka heiminn. Þið getið gleymt því. Það eru við og Guð. Guð byggir kirkju sem samfélag trúara. Ég veð svolítið úr einu í annað. Og hérna, já, ég giftist konu og við vorum aldrei samtaka, við vorum aldrei samstíga. Við vorum alltaf að fara í sikkur áttina. Og Biblían segir það. Hvernig geta tveir, í Amos 3:3, þá segir, hvernig geta tveir gengið saman nema þeir séu sammála. Og þið sem eru svona, er ég fastur í einhverju hérna? Þið sem eru í hérna, að horfi kringum ykkur eftir maka og svona. Í fyrsta lagi, þú ert ekki að fara að taka einu mannesku í lífið þitt sem að fara að bjarga þér. Það Jesús sem gerir það. Og ekki einhver annar maður, konur. Eða kona. Þið þurfa að eiga samfélag við hann fyrst. Guð skapaði manninn og svo hérna, blés hann burt alveg hellingaskógi og skapaði Sahara og setti manninn þarna og sagði, reynd að komast út. Nei, reyndar ekki, þetta var ekki alveg rétt Guðfræði. Guð skapaði manninn og sett hann í aldingarðin þar sem hann hafði allt til alls, því að það vilji Guðs. Fátækt, synd, sjúkdómar og svona, þetta ekki vilji Guðs. Jesús sagði, ég er komin til að þeirra við líf og lífi fullri gnægð. Og það þannig. Og ef það ekki þannig í okkar lífi, þá það vegna þess að við trúum ekki. Þegar lærisveinarnir gátu ekki reykja út illan anda, þá sagði Jesús, þið trúlausu. Hann bara beint, þetta vandamálið, þið trúið ekki. Og þeir spyrja hann, af hverju gátu við ekki reykja hann út? Og þá segir hann, vegna þess að ykkur skorti trú. Og Biblían segir að við sem erum kristin, við þurfum að lifa af trú. Og hvernig kemur trú? Trú kemur á boðuninni og boðunin byggist á orði Krist. Sáðmaðurinn gengur út og sá orðinu. Þú getur labba hérna og beðið Guð, geðu mig trú, geðu mig trú, geðu mig trú, geðu mig trú. Og Guð, þú far aldrei neina trú. Aldrei. Vegna þess að Guð búin að setja trú í hjarta þetta og þú tekið á móti Jesú Kristi, þá eru andatrúanina með þér og það þitt núna að rækta hana. Þú þarft að næra hana. Maður segir ofta að bænin andadráttur trúarinnar og maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, heldur hverju því orði sem framgengur af munni Guðs. Og ef þú vilt verða sterkur kristin einstaklingur, þá skaltu halda þig við orðið. Þú getur andað alveg eins mikið þú vilt. Ef þú borðar ekki, þá muntu deyja. En ef þú borðar, þá muntu anda. Og bæn leiðir þig ekki endil alltaf í orðið, en orðið leiðir þig alltaf í bæn. Þannig að setjið þið áherslu á þetta. Hvað viljið þið? Hvað þurfið þið? Ég er alltaf að detta í það. Já, haltu þig að orðinu. Haltu þig á orðinu. Lestu biblíuna þína. Leifðu orðinu. Jesús sagði að bóndinn, hann fyrir út og sáir og svo bara bíður hann. Og grasið vex og hann veit ekki hvernig. Og það eins með okkur. Við vitum ekki endilega hvernig, en líka með þinn myndar að þessari jörð og ef þú setur eitthvað í þessa jörð, þá mun það vaksa. Það bara þessi jörðin gerir. Og það alveg eins sama með þig, ef þú setur orðið í þig, þá mun það vaksa. Ég get sagt meira þetta, til dæmis að þegar þú heyrir orðið eins og ég að predika hérna núna eða þjóna til ykkar, vegna þess að ég vil gefa ykkur orðið til þess að þið vaxið. Ég vil sjá ykkur lifa í sigri á öllum sviði lífs ykkar. Ég vil sjá ykkur vera frjáls,
frá og í styrk, laus við sígarettuna, laus við alkohólið, laus við pípuna, hvað þetta sem maður að tróða í sig, laus við blótið, laus við skapofsan, laus við að vera svona í tilfinningunum alltaf, sumir eru eins og jójó, sko, sjú. Það er voða erfitt að hafa að gera með svona fólk. Ég er aftur á móti leiðileg vegna sem ég er alveg svona, svona næstum því, ég er eiginlega bara alltaf eins og það er, mér finnst það voða gott. En ég var alveg til í að vera aðeins meira svona, það kannski verður eitthvað. Það er gott að hoppa og dansa, vitið það, maður má gera þetta í kirkju. Það er ekkert pláss fyrir einhverja trúræknis anda hérna inni. Nú er ég í kirkju, það er ekki sem gerir þig heilagan, það er heilagur andi sem gerir þig heilagan. Það nærvera Guðs í lífiðinu sem gerir þig heilagan. Viltu vera heilagur, viltu vera sterkur, haltu þig nærri Guði. Lestu biblíuna þína, biddu, lofaðu Guð. Ég bjó út í Svíþjóð í 22 ár og ég fekk að vera þess aðnjótandi að vera í einum sterkasta söfnuði heims. Hann er ekkert rosalega stór, það er ekki svona 5.000 manns í honum. Og það er kannski stórt á íslenska mælikvarða sjálfsögðu, en það er ekkert mjög stórt. Dótturkirkja okkar í Moskvu 10-15.000 manns og önnur dótturkirkja í Armeníu 15-20.000 manns. Og það er einhverjar 70-80.000 manns sem hafa farið gegnum biblíuskólana. Búin að stofna 1500 söfnuði í gamla Sovjet, 1500 söfnuði í Indlandi, söfnuði í Kína, Afganistan, ég má ekki tala það, Norður Kóreu, ég má ekki heldur tala það, Sádi Arabíu, ég má ekki heldur tala það. Það eru kristnir út allt. Vitið þið það að þú situr hérna í kvöld og ef þú ert frelsar og tilheyrir kirkjunni. Kirkjan fæddist á hvítasunnudag fyrir 2000 árum síðan þegar heilagur andi kom til jarðarinnar og yfir lærisveinina. Heilagur andi er ekki valkostur kristina. Jesus hann gaf lærisveinunum sínum fyrirmæli heilagan anda og hann sagði, nú bíðið þið, ég er að fara, nú bíðið þið í Jerúsalem í 10 daga og eftir nokkra daga, þá mun heilagur andi koma yfir þér og þá munið þér fá kraft til að vera votta mínir í Jerúsalem, allir samar í út öll endimörk jarðar. Þannig að endilega lærðu að þekkja heilagan anda. Lærðu að vita hver hann er. Hvað eru margir hérna? Nú sé ég ekki neitt, það er alveg tilgangslust að biðja hver að maður rétt upp hendan. Hvað eru margir hérna sem hafa heyrt prédikun og kennslu persónuna heilagan anda? Hvað eru margir hérna sem hafa fengið prédikun og kennslu djöfulinn og illa anda? Hvað eru margir hérna sem hafa fengið kennslu fjármál í Guðs ríkinu? Eða heilbrigði? Eða útrekstur illra anda? Kirkjan er öflugasta fyrirbæri sem nokkuð tímann hefur fundist á jörðinni og ef ég á að gefa ykkur bara pínlítið af svona gömlum tölum þá frelsast svona 35.000 manns á dag í Suður Ameríku, 30-40.000 í Kína, það er minnstur vöxtur í Evrópu, það eru, ætli þessi ekki einhver 30.000 sem frelsist á dag í Asíu, var ég búin að segja Afrika, 35.000 eitthvað slegis. Á dag, sko. Tákn, undur, kraftaverk, þetta út allt. Ég veit ekki hvað ég er búin að sjá mörg. Ég horfði á 3 manneskjur standa upp í hjólastól beint fyrir fram að mig, samkofi með vakningapredikara. Og ein af þeim var ung kona sem hafði slasast í loftbelgslýsi 3 árum áður, hún hafði hryggbrotnað og lamast, sat í hjólastól og predikarinn hann bað fyrir fyrstu konunu og hún stóð upp og þá stóðu hinnar 2 upp held ég líka og þá spurði hann og leit hann svona glottandi á þessu ungu og sagði, ég baði ekkert fyrir þér, akkur stóðst þú upp? Og þá sagði hún, ég sá að hún stóð upp og ég sagði, Guð læknar hana, þá læknar hann mig líka svo ég bara stóð upp
Og hún gerði það. Daginn eftir, eða kvöldið eftir, þetta var á föstudegi og laugardagssamkomunni þá prédikaði hann aftur, þá var hver einasti fjölmiðill í Svíþjóð á svæðinu. Og þá gerðist engin kraftaverk. Vegna þess að Guð er ekki showbusiness. Hann þarf ekki að sýnast. Ef þú ert svo vitlaus að geta ekki komið auga á hann sjálfur, allt í kring, og Guð skuldar þér ekki neitt. Guð heldur áfram að vera Guð hvort sem þú tekur við honum eða ekki. Og við erum oft svo hrokafull og vitlaus. Við höldum að vitum allt og kunnum allt og nú erum við búin að fá taka á einhverju og ég ætla að biðja, frændi minn er veikur að krabba minn og ég ætla að biðja og standi trú og ég bið og standi trú og svo deyr hann. Og þá fyrir þetta Guðs og segja, hei, hverju virkar þetta ekki? Í staðin fyrir að, hvað var ég að gera sem var ekki rétt? Guð þarf ekki að breytast, hann er fullkominn. Og orðið heilagur til dæmis, það þýðir, takk heilagur andi, þú ert hér. Já, þegar maður er að predika svona undir smurningu svo ég er núna, þá skiptir eiginlega engu máli hvað ég segi. Heilagur andi, hann getur talað til ykkar út í sal. Ég satt á samkomu í Svíþjóð 2011 í febrúar og var að hlusta á predikun og allt í einu talaði heilagur andi til mér og sagði, farið í biblíuskólann, gerðu svona við vinnaðina og ekki segja neinum frá. Og ég sagði, ok. Og ég fór í vinnuna mína og leit á verslunarstjóranum og sagði, get ég gert svona við vinnuna mína? Og bara, já, ekkert mál. Ég bara, ok. Ég fór að tala við pastora mín og sagði, heyrðu, Guð er búin að segja mér að fara á biblíuskólann. Og þá sagði hann, þú veist að annað árið er bara 3-4 mánuðir. Og ég sagði, nei, ég ætla að sitja lengi. Svo ég sagði, nei, ég ætla að fara á fyrsta árið aftur þá. Og hann sagði, heldur þú mig í það? Og ég sagði, já, heilagur andi sagði mér að fara á biblíuskólann. Hann leit bara á mig og sagði, já, ég skrif undir. Og svo fór ég á biblíuskólann. En þegar þið komið á svona samkomu, ekki koma bara til að heyra það sem ég er að segja. Þó að ég sé rosa fyndin og skemmtilegur og allt það. Að hlustiði á það sem að andin vill gefa, vegna þess að heilagur andi, hann vill gefa. Það segir að hann gefur öllum eftir vild sinni. Og ég get predikað alveg rosalega þunga predikun, fulla af orðinu og farið djúpt onni og kennt hitt og þetta. Og það eru 10 manns í salnum og enginn þeirra heyrir það sama vegna þess að heilagur andi gefur til hvers og eins. Og hann er hérna núna. Og leyfið honum að snerta við hjart ykkar. Það sem er truflun, þar kemur friður. Það er fólk hérna inni núna sem finnur það kemur svona friður yfir það. Yfirnáttúrulegu friður. Jafnvel kuldi eða hlýja, þetta er heilagur andi að snerta við þér. Það eru margir sem halda það að maður með svona sal eins og ykkur og alls konar öllum sviðum lífsins, þá þau maður að matur eða einhverja sérstakar predikanur onni ykkur. En það þarf ekki, vegna þess að ég er ekki ábyrgur fyrir því sem Guð gerir út í sal. Og sannleikurinn er sá að hungur þitt hefur rosalega mikið með að gera með hvað ég get sagt. Ég lendi mjög oft í því að ég er að tala við kristna og svo finn ég bara, ég kemst ekki lengra. Ég fekk að vera í þessum söfnuði og ef við erum að tala sterka söfnuði og bera þá saman við svona sterka menn, þá getum við sagt það að kirkjan á Íslandi er svona eins og glanni glæpur. En kirkjan sem ég var í út í Svíþjóð og margar aðrar kirkjur í heiminum er svona eins og Hafþór Björnsson. Og ástæðan er áherslan sem er á orðið og bænina. Þetta eru söfnuðir sem lifa í orðinu og bæn. Það er mikil opinberun, mikil þekking á orðinu. Og ég átti til dæmis erfitt með það þegar ég kom til Íslands. Ég átti erfitt með að bara ekki berja fólk í hausnum í biblíunni. Vegna þess að út af því að ég var í þessu söfnuði, það er ekki út af því að ég er búin að vera svo frábær og lesa og biðja. Jú, ég hef opinberun náttúrulega sem ég hef fengið frá Guði, en mest af því sem ég hef ég fengið frá öðrum. Ég hlusta á aðra
Biblían segir að upphaf visku að óttast drottinn og að taka við leiðbeiningum. Vöxtur ekki alltaf þægilegur en við þurfum að vaxa í Guði. Ég rak fyrirtæki og var svona jólahlaðbor og svona 100 hvað maður segja, svona framámenn og fínir kallar. Viðskiptamenn, sumir moldríkir og svo pastorinn minn og hann satt beint á móti mér og pastorinn sem var pastorinn minn þá, hann er heimsþekktur og er postuli og svona einn af sterkustu guðsmönnum sem að þú getur hitt og þetta var tímabil þar sem ég var ekkert að lesa biblíuna mína og ég fann það að heila randi, hann var alltaf hérna, Viktor, lestu biblíuna þína, lestu biblíuna, Viktor, komdu lestu, lesa núna og ég svona ítti því alltaf, ég var svo mikið að gera og svona og svo sit ég þarna með honum og við erum eitthvað að spjalla saman, hann var nýfluttur frá Ísrael og ég segi í einlægni, hvað er svona frábært að búa í Ísrael? Mér langaði til að heyra svona hvað hann er að segja. Og hann ríkir, hvað? Horfir svona á mig, svo horfir hann á mig og svo gerir hann svona, lestu biblíuna þína. Fyrir framan 100 mann sko, bara svona opinber ofanígjöf. En ég tók hana. Og ég óks. Ég fór með öðrum prédikara til Rússlands mörgum árum síðan. Fullt af kraftaverkum sem gerðist. Rak út krabbameinshanda á konu. Hún lá og engdist í jörðinni. Öskraði og vældi. Og kom upp svona heilu reiði í mér. Ég bara, út í Jesú nafni. Hún strektist eins og spýta. Og svo var hún laus og frjáls. Og fullt af öðrum kraftaverkum sem gerðist þarna. Og svo vorum við í St. Petersburg og þar var einhver svona söfnir sem þeir voru eitthvað svona að vafa með Jesú og þetta var eitthvað svona hálf skrítið og þetta fór ósegjanlega í pirrurnar á mér sko. Og við vorum 3, leiðtoginn heitir Niklas og svo ég og annar strákur og svo erum við að tala við túlkinn og hann segir eitthvað og þá líti ég svona á hann rosa djarfur sko og segja á rússnesku, Jesús ist Bog. Jesús drottinn, Jesús Guð. Og hann rykkir svona til. Svo nokkru mínútur síðar þá segir Niklas sem Viktor komdu og talaði sinna við mig. Og ég fer eitthvað svona afsíðis sem horfir á mig og segir Viktor, ég leiðtoginn þessari ferð og annarkvort gerir þú eins og ég segi eða þú ferð heim. Hvað margir sem vilja vaxa í Guði? Guð ekki bara einhvern veginn og einhvern veginn. Hann leyfir ekki bara allt. Hann ákveðin persóna. Og orðið heilagur, ég var að reyna að komast að þess að þannig ég komst ekki. Orðið heilagur, til dæmis, það þýðir annar eða öðru vísi. Og Guð svo sannarlega annar. Guð til dæmis ekki sterkari en djöfullinn. Það satt, hann ekki sterkari en djöfullinn. Jesús sagði, allt vald mér gefið svo á jörðu sem á himni. Það engin samanburður. Djöfullinn og Guð ekki að berjast. Skilur við? Þetta ekki svona, djöfullinn koma, þú veist, rosa sterkur og getur hindra. Djöfullinn getur bara gert það sem þú leyfir honum að gera. Ekkert annað. Og munurinn á djöflinum og Guði, svona fyrir ykkur, sá að Guð alltaf í friði. Hann þröngva sér aldrei upp á ykkur. Hann ýtir aldrei í ykkur. Ef þú finnur svona, það ekki Guð. Það djöfullinn sem gerir svoleiðis. Hann vill koma inn og ýta og pressa og þrýsta og fá ykkur til að gera hluti sem þið viljið ekki gera. Guð ekki þannig. Hann segir, hér þetta, veldu. Og ef þú velur þetta, þá ég hérna með alla minn kraft. Og ég get læknað, leyst, frelsað, hjálpaði með prófin í skólanum, hjálpaði að velja réttu fötin. Ég hef virkilega fengið hjálp við að velja réttu fötin einu sinni. Ég keypti útskrifta föt á strákja minn og ég
var ekkert með rosalega mikið pening og ég sagði, Jesús, hvað á ég að gera? Farðu í þessa búð. Ég fór í þessa búð, það var dýr búð, sko. Svo labbaði ég þarna jakkafötunum, svo bara sé einhver svona dönsk, svona design jakkaföt að hálfvirði og þau smell pössuðu á hann og hann áði ennþá, rosa ánægði með þau. Ég keypti jakkaföt og ég keypti buxur og skó og bindi og allt og þegar ég var búin að versla þetta allt saman þá voru ódýrara en jakkafötin hefur kostað áður, bara buxurnar og jakkin, sko. Og hann hjálpar okkur með alls konar svona hluti. Ég hlýt honum ekki daginn. Ég er með sko minn bíl og vinnubílinn og það var þegar snjórinn var og slappið og ég þurfti að skutla stráknum mínum eitthvað og ég hugsaði við förum að vinnubílum. Og hann bara, æ, nei, því að bílinn minn er svo þægilegur. Svo ég sagði, ok, ég fann bara, nei, ég á ekki að fara á honum. En ég fór á honum og það gerðist eitthvað fyrir sensoruna, þú veist, blíp, blíp, ef maður kemur og nálægt einhverju. Þannig að núna er ég í stóra hætt að klessa á. Hann hjálpar okkur á hverjum einasta degi, ef við leyfum honum. Djöfullinn er ekki þannig, hann bara ryðst inn með hugsanir, bam, 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 gerðu þetta, gerðu þetta, gerðu þetta, gerðu þetta. Dunk, 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 dunk. Guð elskar okkur, hann er góður við okkur. Hann, sko, frelsun var hans hugmynd, ekki þín. Að frelsa þig var hans hugmynd. Lækningar, kraftaverk, hans hugmynd, ekki okkar. Þess vegna getum við treyst því að hann framkvæmir það. En til þess þá þurfum við trú. Við getum bara tekið við hlutum í trú. Guð, hann svarar ekki þörfum. Ef Guð svaraði þörfum þá hefði enginn í heiminum neinar þarfir. Og Guð er ekki á bakvið allt sem gerist heldur. Þó þú sért kristinn, þá er það ekkert þannig að allt sé Guð í lífiðinu. Ef þú ert fullur á djöflinum, og þá er ég ekki að tala endilega og sért þú veist, það er ekki exorcist, sko. Maður getur haft alls konar hugsanir og vitleysu í hausnum sem að fá mann til að gera vitleysa hluti. Guð er ekkert á bak við það. Og það er fullt af kristnum og þetta er mjög skrýtninkenning því að hún svona venjulegt fólk hugsar ekki svona. En þegar fólk frelsast þá heldur allt í já, Guð er á bak við þetta og Guð gerir þetta og Guð gerir mig veikan til að kenna mér eitthvað. Hann er aldrei að kenna þeim eitthvað ákveð, hann er alltaf að kenna þeim eitthvað. Og ef þetta er eitthvað sem þú ert að læra út af því að Guð sett á því sjúkdómar sem hann gerir ekki, viltu drífa þig að læra það svo getur orðið venjulegur eins og við hinn? Lærið að þekkja Guð, það er það mikilvægast í heiminum. Páll sagði, ég vil þekkja Krist og kraft upprisu hans. Halleluja, takk Jesús. Takk Jesús. Já. Halleluja, prísaðu og lofa þig. Prísaðu og lofa þig, Drottinn. Jesús, ég elska þig. Þú ert stærstur, bestur, mestur og fallegastur. Og ekkert og enginn kemst nokkuð staðar í námunda við hvað þú ert og hver þú ert og þinn vilji er svo góður með okkur öll. Bara allar gjafir frá þér eru fagrar og fullkomnar og þú ert hér. Ég ætla að taka nokkrar mínútur og að því ég er búin að tala um heilagan anda og ég ætla að tala aðeins um heilagan anda.
ég er þakklátur fyrir það að það er svolítið sem Guð hefur gert í mínu lífi, er það að stundu þegar ég að vera að predika, þá hefur fólk skýrst í heilagum anda. Ég var í Georgíu og var í svona litlum heimahóp og var að biðja fyrir einhverju konu og hún var að biðja í tungum og við vorum að biðja þarna öll og ég fann að hún var svona, hvað ég segja, rá. og því að ég finn það. Vegna þess að ég hef tekið orðinu, vegna þess að ég hef verið í söfnuði þar sem að ég fengi að alast upp og vaksa dafna, þá ég til dæmis er að læra pípulagnir og miðað við flesta hér, þá veit ég alveg fullt um pípulagnir. En miðað við meistara minn, þá veit ég ekki neitt. Og það er líka þannig með kristna lífið. Ég sest hérna með fólki og tala við það og ég heyri eftir 2 mínútur hvar það er statt í göngunum með Guði. Ég veit hvað það vantar, ég veit hvað það hefur. Þetta er ekkert svo flókið, sko. Að vera andlegur er ekki að vera gú. Það er ekki það. Að vera andlegur er að vera sterkur í trú, innra með sér, á Guð, í samfélaginu við Guð. Þú ert andi, sál og líkami. Andiðinn og sála er svolítið erfitt að greina þar á milli, en andiðinn ert þú sjálfur. Hinn huldi maður hjartans, sem Biblían segir. Þú ert með sál, sáliðinn er viljiðinn, tilfinningaðinnar og minningar eða hugsanir. Og líkamiðinn, það er náttúrulega, já, hann er mismundi. Og þú getur verið mjög sterkur líkamlega og það köllum við bara kraft, það er bara líkamlegu kraftur. Þú getur verið mjög sterkur sálarlega og það er viljastyrkur. Fólk sem getur verið mjög svona kröftugt í sjálfu sér á þess að vera sterkt líkamlega. Og ef þú er sterkur andlega, styrkur andans, það er trú. Og eins og ég sagði áðan, trú kemur af að heyra. Og við erum öll á mismundi stað og við skulum ekki hugsa hærra um sjálfu okkur en við erum og ekki heldur minna. Við speglum okkur í orðinu og sjáum hvar við erum stödd. Það þarf enginn að vera. Ég til dæmis, þegar ég hlusta á lofgjörð, ég get bent á fólki í lofgjörðum og sagt, þess er ekki að biðja að lesa heima, þess er að biðja að lesa heima. Ég bara heyri það, ég sé það. Og ég meina, ef ég ætla að fara á bekkpressubekk og taka þyngdina hans Hafþórs, ég myndi bara drepast. Það er bara mjög einfalt. Alveg sama hvað ég myndi blása mig upp og þykjast vera eitthvað, Guð sér hjarta okkar, það er ekkert leynt fyrir honum. Og við skulum ekki vera í einhverju svona feluleik. En heilagur andi, hann er persóna. Guð er þríeinn Guð, hann er Guð faðir, faðir vor, þú sem ert á himni. Jesús, sonurinn, Jesús sem kom til jarðarinnar, var bara maður á jörðinni. Þjáðist og var freistað á allan hátt og Guð getur ekki orðið fyrir freistingu, þannig að við vitum að þegar Jesús var hér á jörðinni var hann bara maður. Og heilagur andi. Allt sem Jesús gerði hér, gerði hann í undirgefni við heilagan anda. Hann sagði, ég get ekki gert neitt nema þess að ég sé faðir minn á himnum gera. Ég segi ekkert nema það sem heilagur andi, eða sem faðir minn á himnum segir mér að gera. Og það var heilagur andi. Og síðan lofaði hann lærisveinunum. Ég fer, en þegar ég er farin, þá mun ég senda heilagan anda til ykkar. Og heilagur andi er persóna. Hann er sá sem skapaði himinn og jörð. Hann er krafturinn í Guðdómnum. Og í honum býr allur kraftur sem þú þarft á að halda og mun meira. Jesús gerði ekki þessi kraftaverk að því hann var sonur Guðs. Hann gerði þessi kraftaverk í hlýðni við heilagan anda og var heilagur andi sem gerði kraftaverkin. Jesús til dæmis hreinsaði aldrei út af spítulum, hann fór ekki bara að læknaði alla. Fólk kom til hans, tók frá honum, eins og hann sagði, ég fann að kraftur fóru frá mér. Og hann sagði við lærisveinana, bíðiði eftir heilagum anda. Og þegar heilagur andi kom, þeir fylltust allir heilagum anda og tók að tala 9 tungum.
Og það eru margir sem halda vegna þess að það er bara talað um hann einhver 11 eða 13 tungumál sem eru talin upp þarna. Við heyrum þá lofa mikla Guð á okkar tungu og þá eru margir sem halda að þeir hérna hafi bara verið að tala önnur tungumál, en það er ekki rétt vegna þess að þeir héldu til dæmis að þeir væru fullir. Og ég meina ef einhver kemur til þennan Laugaveginn og segir hérna, excuse me, can you tell me where this is? Þú byrjar ekki að hlæja, ertu fullur? Þá heyrir þetta enska. En það var eitthvað við lærisveinina, auðvitað voru þeir fullir í heilugum anda og ég get sagt ykkur það af því að það eru svo margir alkarinn inni. Það er ógeðslega gaman að vera fullur í heilugum anda. Það er ekki ástæðulausu sem þessu líkt saman í Biblíunni. Aftur á móti að vera fullur í heilugum anda gerir ykkur heilbrigð, gerir ykkur sterk, gerir ykkur skýr í hausnum, gerir ykkur ekki skrítin. Og ef þú ert frelsaður hérna inn í kvöld, og við ætlum að enda á þessu, ef þú ert frelsaður inn í kvöld og þú er ekki tekið við heilugum anda í lífið þitt, það er að vera frelsaður og að ganga með Guði, að lifa með Guði er það er ábyrgð, það er ekki eitthvað sem bara gerist, það er eitthvað sem við verðum að gera. Og tungutalið og heilagur andi er lykillinn inn í allt þetta yfirnáttúrulega. Það er lykillinn inn í kraftin í þessu kristna lífi. Vitið þið það að kristið líf án heilags anda er bara leiðinlegt. Það eru bara reglur og boð og bönn, en lífið með heilugum anda, það er frelsi. Þannig að ég vil bjóða ykkur, ef þið viljið taka við heilugum anda inn í lífið ykkar, þá eru fyrirbeðendur hérna sem eru til að biðja með ykkur. Og ef það er eitthvað annað sem að þið viljið fá fyrirbæn fyrir, þá er ykkur velkomið að koma fram. En ég vil skilja tvennt eftir hjá ykkur. Í Markus 4 þá segir Jesús dæmisöguna sáðmanninn sem gekk út að sá og hann sáði orðinu og sumt lenti í góðum jarðveg og bar 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og við þurfum að taka við orðinu inn í okkar líf. Við þurfum að vaxa og dafna í Jesú. Hitt er trú. Við þurfum að vaxa og dafna í trú. Trú á Guð og samfélaginu við hann. Hreinleika, heilagleika, öllum þessum hlutum. Heiðarleika. Þannig að ykkur er velkomið að koma fram til fyrirbænar. Jónas er hérna og Laufey og Óli og ég. Og við segjum samkominni lokið formlega að öðrum hætti held ég.